Sælveriði, Ívar hér, Flugusmiðjunni. Í kvöld ætla ég að nýta flugur fyrir ykkur sem eru upp á bókinni Veðurflugur Íslands. Og þessi fluga er þar, ég man ekki á hvaða blaðsíðu, en hún heitir epoxy-kuðungur, nema eina sem við ætlum ekki að gera er að nota epoxy, við ætlum heldur að notast við UV-flím eða UV resin, eins og þetta heitir á ensku. En þangað til þá setjum við blý á krókinn. Ég ætla að neyða þetta hérna niður og við höfum blýið bara á bakinu á króknum. Þess að ég er að binda hérna niður, sjáu þið. Svona. Svo klippist þetta blý bara af hérna og það reyna að neyða þetta eitthvað hérna niður þannig að þetta verið til friðs. Og svo tökum við annan búta blýi sem er lítið styttri en hinn og hann kemur ofan á hinn bútinn. Þannig að þetta verður svona. Svona, þá er blýið hérna upp á bakinu á henni, 2 bútar og næsta sem við gerum er að skella yfir þetta páfuglsfönum sem koma hérna beint yfir þetta bara direkt. Svona og svona. Svo koma páfuglsfönirnar bara beint hérna yfir og þær eru settar á þetta til þess að grípa í rauninni límið. Við megum ekki fara aftar heldur en þetta hérna og við erum með öngul sem er frekar svona víðum bug upp á það að gera. En að því þetta er kuðungur þá þarf hann að vera eiginlega eins og kúla í laginu eða sem næst því og þá gerum við þetta svona. Svo er þessi hérna sem að dugði ekki, allt í lagi með það. Þetta finna hann bara yfir þetta einu sinni enn. Og svo er það sátt hérna líka. Næsta sem við gerum, það er að taka hérna UV-flím og það er mjög gott og vitulegt að vera með tannstönglu í hendina þegar við vinnum með UV-flímið til þess að stjórna því. En þá setjum við bara lím á þetta, það er ekkert annað að gera, svona. Byrjum með þetta. En þá er þetta sem sé svona og þá setjum við þetta bara hérna á. Alls af það sem við viljum hafa lím, það er frekar að hafa hann hérna svona breiðan upp á við, þetta límið hensi svona hérna yfir þessa bungu. En fyrsta umferðin að líminu fer hérna bara í allan píkokkinu til þess að bleita fluguna í rauninu og til þess að hérna bleita píkokki hárin öll hérna svona og þegar þetta er klárt þá er ekkert annað að gera nema bregða á þetta ljósi að því við erum að herða þetta fyrsta umferð. Svona. Næsta umferð, hún verður hérna ofan á líka. Sjá. Ég er að nota high viscosity lími í þetta. Ég þori ekki að nota græri hlutan. Og þegar þú ert að vinna með UV-flím það er betra að gera fleiri umferðir heldur en bara eina stóra því að þetta á að til að herða sig sko þetta herðir bara ljósi herðir bara ákveðið djúpt þannig að það verður eiginlega að passa upp á það. Alltaf að klína smá hérna neðan á þetta en við ætlum að hafa bungu á þessu hérna bakinu. Og ég láta dropan eins og þessi svona dropi hanga þá snúinni bara svona við
og svo fristu þetta eins og þetta svona, og þá má taka eina umferð í viðbót ef maður vilja. Það veit að feitan og pattaralegan kuðung svona. Þetta full mikið af því góða þessu lími, en það bara við vinnum úr því. Við sjáum núna af hverju ég vildi vera með þetta í þykkleikan alveg í botni, einfallega út af því að ég vill ekki hætta neinu öðru á. Svona. Nú látum við þetta hanga svona. Við fyrir að gera hausinn á flugunni kláran hérna. Svona, látum við þetta niður. Svo kemur ljósið hérna á þetta. Og þá sjáum við hvernig þetta frystist allt. Þetta allt orðið frosið hérna. Svona. Þetta á að vera orðið alveg bara rock solid sem það er. Þá erum við eftir að bregða hnút á fluguna. Jú, við erum búin með augafvinnuna, augaflíminu, og hausinn verður á að vera bara svona, og hún steypist niður þannig að krókurinn á flugunni eða oddurinn á króknum mun standu. Númer svona gröppur einhvern veginn 8 bara þannig að þetta sjáist almennilega, en ég ofta að veiða á þetta númer 10 og 12. Ég fengi bleikju með þessu þingvöllum og virkar ágætlega. Þá eina sem við eigum eftir að gera, það að fara með hérna, það sem ég keypti mér einhvern tímann, þetta Bone Dry, Solaris Bone Dry. Það UV lakk sem má nota til að lakka hausa á flugum, og það ok að setja það yfir hitt lakkið og þar á meðal hérna yfir hausinn, og það gefur alveg solid húð sem að verður ekkit svona sticky eða neitt eins og sum UV-flím virðast verða þannig þegar þeir eru hert. Það var alltaf eitthvað eftir sem svona klístrað, en Bone Dry það ekki. Hann hannaður sérstaklega að búa til hausa á flugur. Við sjáum hérna dropan, Bone Dry dropan, svona. Og svo gott við þetta þegar áður en þið herðið þetta, það að snúa henni bara í nokkra hringi, þannig að þetta efnið jafna sig á króknum eða á bodyinu. Svo kveikið á ljósinu, neglum þessu hérna á nokkra sekúndur, alltaf að taka þetta hérna allan hringin svona, og þá kuðungurinn tilbúin. Eins og við sjáum, þá nóg pláss hérna á milli frá oddinum og hérna uppi. Margir sem að búa til kuðunga úr epoxy eru meðan alveg allan hringin, en það komið svona belgur á hann. Þá ertu að fara að loka öngulgæpinu, og það þá minni líkur að fiskurinn geti bara einfaldlega fest sig á króknum, og það viljum við náttúrulega ekki. Við viljum hafa hann helst svona í vatninu, fiski svona, og fiskurinn festi sig á oddinum og króknum, beittum og góðum krók. Flugan tilbúin, epoxy kuðungur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, og ef þið hafið einhverjum spurningar þá bara sendið mér tölvupóst eða setja í komment fyrir neðan vídeóið. Þið megið endilega gerast áskrifendur á rásinni og setja like á vídeóið og deila því ef þið hafið hug á. Annars sjáumst við bara hress og kát í næsta vídeói, og ég þakka ykkur kærlega fyrir.